En þá vil ég bjóða næstan í pontu háttvirtan menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra Loga. Ekki Logi sem ætlar að byrja? Var það ekki þannig? Nú, ég biðst afsökunar. Þá bjóðum við velkomin Ölmu Möller, heilbrigðisráðherra. Já, kæru gestir, það reyndar ágætt að Logi sé á eftir mér því að hann ætlar að stela hérna senunni. En það búið að vera ánægilegt að vera hérna í dag og frábær erindöll og skýr og vissulega mjög margt hérna flókið og ekki ætla ég nú að þykjast skilja allt og mér dettur einu sinni sem oftar í hug það sem að Nóbelsverðlaunahafinn Enrico Fermi sagði eftir að hann hafði hlýtt á flókinn fyrirlestur og hann sagði I am still confused but on a higher level og ég þar en hérna ég vona eftir daginn þá verði búið að skýra leikreglurnar og að þær aðgerðir sem að verða kynntar og aðeins búið að gefa hér ádrátt að þær verði til þess fallnar að efla samstarf og samvinnu og skapa enn betra heilbrigðiskerfi fyrir okkur öll því að rannsóknir sýna að heilsa það sem langflest okkar 80% meta mikilvægast fyrir eigin lífsgæði. En við hlýtum hérna á erlenda fyrirlesara og þeir deildu reynslu sinni og sýndu okkur að áskoranirnar þær eru þar sömu allstaðar og þær eru allt kring. Og hér var bent á að við sem svona smátt ríki getum verið sveigjanleg og nýtt tæknilausnir hratt og orðið leiðandi á sérhæfðum sviðum og að við gætum jafnvel verið fyrirmyndir og jafnvel prófunarvettvangur fyrir nýja lausnir sem síðan geta nýst víðar og Helga, ég ætla ekki að segja að við verðum best en við höfum mikla möguleika en framtíðarsýnin okkar skýr, við viljum að íslensk heilbrigðisþjónusta nýti gögn og gervigreind til að auka gæði þjónustunnar og jafnræði sjúklinga. Við viljum samræmt starfrætt heilbrigðisupplýsingakerfi sem byggir á miðlægum innviðum, gagnainnviðum og styður í nýsköpun og við viljum samstarf sem tryggir að nýja lausnir skili sér í daglega þjónustu. Ekki eftir áratugi heldur hratt og örugglega. Og þetta líka í samræmi við stjórnarsáttmálann þar sem áhersla lögð á að efla menntun, rannsóknir og nýsköpun sem hluta af sterkari innviðum fyrir framtíðina. Og að því að tala stjórnarsáttmálann þá stendur að sérstaklega skuli lögð áhersla á að styrkja stoðir heilbrigðis- og öldrunarþjónustu. Og þetta mikið verk eins og áður hefur verið rætt og getur einungis orðið að veruleika með nýsköpun og breyttum vinnubrögðum eins og við komum inn á í morgun. Og við leggjum líka áherslu á að draga úr skriffinnsku í heilbrigðiskerfinu þannig að starfsfólki fái nú meiri tíma með sjúklingnum heldur en með tölvunni og það fellur auðvitað líka mjög vel að því sem við höfum rætt hér í dag að finna leiðir til að gera þjónustuna betri og skilvirkari. Nú, við vinnum eftir heilbrigðisstefnu til 2030 og þar líka lögð áhersla á vísindarannsóknir og nýsköpun sem bara einum af hornsteinum heilbrigðiskerfisins og til að ná því þá þurfum við að efla samstarf milli ráðuneyta, háskóla, heilbrigðisstofnana og einkageirans og hér erum við í dag. Ég vil líka nefna mikilvægi opins aðgengis að gagnagrunnum og lífsýnasöfnum fyrir vísindarannsóknir og þar alveg ljóst að við þurfum að fara í gegnum lagaumhverfið og þróa það áfram og við munum taka ákveðin skref í átt að einstaklingssniðinni, við kallum þetta einstaklingssniðna heilbrigðisþjónustu, precision medicine og líka einstaklingssniðnum forvörnum og vonandi mun það takast áður en allt of langt líður að setja upp slíkan gagnagrunn og persónugreinanlegan en með fjölda breyta og sem án efa myndi nýtast í þessu samhengi öllu og við ætlum að gera þetta vel. Nú eins og Svava María kom inn á þá lauk ítarlegu mati á stöðu stafrænnar heilbrigðisþjónustu á Íslandi nýlega og við
höfum á grundvelli þess, eins og sýnt var hér á glæru, ákveðið að ráðast í 2 grundvallarverkefni til að styrkja innviði og stuðning við þróun og nýsköpun. Og í fyrsta lagi þá munum við setja á fót sameinaða miðlæga þróunareiningu fyrir allt heilbrigðiskerfið og sú hefur vinnuheitið stafræn heilsa, þróunar og þjónustumiðstöð. Og þjónustuorðið auðvitað leggur áherslu á þjónustu við fyrirtæki í nýsköpun. Og erlendis þetta oft kallað e-health, þannig að stafræn heilsa mun barnið heita. Og hlutverk þessarar miðstöðar verður að samhæfa stafræn verkefni, styðja við nýsköpun, þar með aðkomu einkaaðila og tryggja yfirsýn. Þessi eining á einnig að veita aukinn stuðning við nýsköpun með prófunarumhverfi, títtnefnds sandkassa og vera meðal annars í samstarfi við sprotafyrirtæki. Og þessi nýja eining, hún mun taka við verkefnum sem hafa verið dreifð, til dæmis hjá Landspítala, hjá embætti landlæknis og þróunarmiðstöð íslenskrar heilbrigðisþjónustu og það verið að skilgreina nánar hvaða verkefni eru að flytja, en til að byrja með þetta nýsköpun, staðlar, upplýsingaöryggi og innviði sjúkraskráa. Og það verður einnig verkefni einingarinnar að taka saman og forgangsraða þeim áskorunum sem brýnastar eru til að mæta þörfum sjúklinga og þjónustu við þá og koma því á framfæri við nýsköpunarsamfélagið. Og þið tóku kannski eftir glæru sem að Markus Lingmann var með að 30% verkefna rekur upp og skera af því að vantar fjármagn, en svo voru önnur 30% af því að var ekki eftirspurn eftir þeim. Og þetta verður við auðvitað að passa vel, að við ekki að vinna verkefni nema að það sé þörf fyrir þau. Og þessi eining stafræn heilsa, hún mun taka til starfa í byrjun næsta árs innan heilbrigðisráðuneytis og verður byggð upp í áföngum. Víða erlendis eru þetta sér stofnanir en við erum of smá fyrir það enn sem komið og það auðvitað líka markmið hjá ríkisstjórninni að frekar fækka stofnunum heldur en hitt. Nú síðan í öðru lagi þá munum við ráðast í styrkingu stjórnkerfis og stýringar á stafrænum lausnum og það verður sett á fót stefnumótandi stýrihópur innan ráðuneytisins og þar undir verða svona fjóra megin stoðir sem eru klínískur faghópur, faghópur upplýsingaöryggi og áhættustýringu, tækni, fagráð og faghópur gögn og gæði. Og það felur meðal í sér skýra gagnastjórnun og aðskilnað gagna frá kerfum til að tryggja sveigjanleika og framtíðaröryggi og sömuleiðis aðskilnað frá eftirliti. Og það verið að meta notkun nýs gagnastaðals OpenEHR í þessu skyni og líka búið að skilgreina FHIR, FHIR-staðalinn fyrir gagnaskipti fyrir árinu og við höldum að þessir staðlar muni auðvelda mjög samþættingu við nýjar lausnir. Nú síðan kom líka fram að við erum búin að skilgreina heilbrigðisgögn inn í opinbera öryggisflokkun gagna í stjórnsýslu ríkisins og það búið að nefna þetta og þau eru annars vegar varin gögn og hins vegar sérvarin gögn en í báðum tilvikum skýrt að heilbrigðisgögn má vista í skýi. Og þessi eining stafræn heilsa, hún mun vera ráðgefandi hvað þetta varðar. Og ég vissum að allt þetta sem ég búin að nefna verða mjög mikilvæg skref til að styðja við nýja lausnir, sérstaklega hvað gervigreind varðar. Nú við höfum verið með stýrihópum stafrænar lausnir og það óhætt að segja að vinna hans síðastliðin 3 ár hefur lagt grunninn að þeim ákvörðunum og verkefnum sem eru til umræðu hér í dag og ég færi öllum þeim sem tóku þátt í því starfi mínar bestu þakkir. Nú síðan mun ráðuneytið leggja sérstaka áherslu á innleiðingu og eflingu fjarheilbrigðisþjónustu því að við vitum að þar eru notkunar möguleikarnir miklir og þar verður unnin stefna á næstunni en ég ætla líka að upplýsa það að við munum á næstunni auglýsa styrki fyrir smærri framþróunarverkefni í fjarheilbrigðisþjónustu innan ramma byggðaáætlunar.
Það var rætt hér, ég nú held ég búin að tæpa á mjög mörgu sem var á glærunum hjá Sigríði og Svövu þær áskoranir og hindranir sem aðilar töldu að taka yrði á. Og þar stóð líka skortur á innviðum og það hefur auðvitað komið fram hér að kerfin okkar eru börn síns tíma eins og sögukerfi frá 1993 upprunnið á Egilsstöðum. Og þetta auðvitað veldur bara alls konar áskorunum en þessi ríkisstjórn hefur í hyggju eins og þið vitið að taka fyrst á efnahagsmálum til að eiga síðan fyrir innviðauppbyggingu og þar skuldin mikil í heilbrigðiskerfinu, hún í húsnæði, hún í mönnun, hún í rafrænum kerfum og hún í tækjabúnaði. Þannig að við höfum verk að vinna. Og að því að það nú að byrja bleikur október og ég nefndi hér krabbamein í morgun, að þá það sem við höfum verið að ræða í dag, það mun nýtast mjög vel þegar kemur að meðferð og forvörnum krabbameina. Það til dæmis núna verið að ræða að við þurfum að auka aðgengi að geislameðferð og þar verið að skoða notkun gervigreindar til að auka skilvirkni. Það þegar í notkun ákveðin fjareftirfylgd á sjúklingum sem hafa greinst með krabbamein og síðan þetta sem nefnt einstaklingssniðin meðferð og forvarnir á eftir að skipta miklu máli eins og til dæmis í því að velja krabbameinslyf og í því að ákveða hvernig forvarnir skulu notaðar. Nú, Sveinbjörn talaði að það væri alveg krísa hérna, bara líkt á COVID í því sem við þurfum að gera og þetta kannski ekki alveg eins brátt og það var en ég alveg sammála að við sjáum alveg nógu mikið til að átta okkur á því að það verður að bregðast við og það helsta hreyfiafl breytinga, það þegar uppi einhver nauðsyn eða urgency á ensku og ég tel að svo sé þannig að við þurfum bara að bretta upp ermar. En kæru gestir, þessi ráðstefna á ekki aðeins að vera vettvangur umræðu heldur upphaf nýrra lausna. Það sem við höfum rætt hér í dag mun eiga þátt í að móta framtíð íslenskrar heilbrigðisþjónustu til næstu áratuga og ég viss það að með sameiginlegu átaki þá getum við tryggt að nýsköpun verði burðarás í heilbrigðiskerfinu og að íslensk heilbrigðisþjónusta verði ekki aðeins í takti við tímann heldur í fararbroddi í bæði gæðum og öðru. Og við í heilbrigðisráðuneytinu munum í þéttu samstarfi við nýsköpunarráðuneytið leggja okkar af mörkum í því átaki og hlökkum til að sjá afraksturinn og kynna hann á okkar sameiginlegu reglulegu heilbrigðis nýsköpunarráðstefnu. En kæru gestir, gleymum ekki að við erum öll að vinna sama loka markmiði sem snýst að efla íslenska heilbrigðisþjónustu, auka gæði og veita sjúklingum okkar bestu mögulegu þjónustu. Takk fyrir daginn.